Hare Krishna. Við erum að lesa úr Bhagavad Gita eins og hún kafla 18, texta númer 5. Yajna dana tapa karma na jajam karyam eva tat yajna danam tapa chaiva pavanani manisinam. Þýðing. Athafnir fórna, örlætis og iðrunar eru ekki gefnar upp. Þær verða að vera framkvæmdar. Sannarlega eru fórn, örlæti og iðrun hreinsandi, jafnvel fyrir hina miklu spekinga. Jóganir ættu að framkvæma athafnir sem stuðla að framgangi mannlegs samfélags. Til eru margar hreinsandi aðferðir sem leiða manninn til andlegs lífs. Til dæmis hjónavígslan talin ein slík fórn og nefnist Vivaha Yajna. Spyrja má hvort sannyasi, sá sem í afneitunarlífi og hefur gefið upp fjölskyldutengsl, eigi að hvetja til hjónavígslu. Drottinn segir að hér að allar fórnir sem eru ætlaðar velferð mannkyns megi aldrei vera yfirgefnar. Vivaha Yajna, hjónavígslan, ætluð til að aga mannshugann þannig að hann verði friðsæll og hæfur til andlegrar framfarar. Fyrir flesta menn ætti þessi Vivaha Yajna að vera hvött áfram, jafnvel að þeim sem eru í afneitunarlífi. Sannyasíar ættu aldrei að umgangast konur, en það þýðir ekki að sá sem á lægri stigum lífsins, ungur maður, eigi ekki að taka sér eiginkonu í gegnum hjónavígslu. Allar ávísanir fórnir eru ætlaðar til að ná hæsta drottni. Því eru þær ekki gefnar upp. Á lægri stigum lífsins. Á sama hátt örlæti ætlað til hreinsunar hjartans. Ef örlæti veitt hæfum einstaklingum, eins og áður hefur verið lýst, leiðir það mann stig af stigi til þróaðs andlegs lífs. Hare Krishna.